Fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar númer 720 haldinn í Ráðhúsi Reykjanesbæjar þann 2. júní árið 2026 klukkan 17 er hér settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Alexander Ragnarsson, Díana Hilmarsdóttir, Guðbergur Reynisson, Gunnlaugur Kárasson, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Hjörtur Magnús Guðbjartsson, Kristján Pétur Kristjánsson, Margrét Þórarinsdóttir, Róbert Jóhann Guðmundsson, Vilhjálmur Árnason og í forsætishúsum hér stendur Guðný Birna Guðmundsdóttir. Einnig er hér viðstödd Aðalheiður Ósk Gunnarsdóttir, ritari bæjarstjórnar. Á dagskrá bæjarstjórnar í dag eru 9 mál, niðurstöður sveitarstjórnarkosninga frá 16. maí síðastliðnum, kosninga til 1 árs samkvæmt samþykkt stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar númer 1150 frá 2024. Ráðning bæjarstjóra kemur þar næst. Og svo 4. mál, breyting á samþykkt stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar fyrri umræða. 5. mál, kosning í nefndir, ráð og stjórnir til 4 ára, samkvæmt 57. grein samþykktar stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar númer 1150 frá 2024. Þar á eftir kemur siðareglur kjörinna fulltrúa og svo taka við 3 fundagerðir, fundagerð bæjarráðs frá 28. maí síðastliðnum, fundagerð umhverfis- og skipulagsráð frá 22. maí og lokum fundagerð sjálfbærniráðs frá 27. maí. Nú, kæru bæjarfulltrúar, þá hefjum við bæjarstjórnarfundinn okkar og byrjum á 1. máli sem niðurstöður sveitarstjórnarkosninga frá 16. maí og mun forseti hér lesa upp niðurstöðurnar eins og þær komu frá yfirkjörstjórn í Reykjanesbæ. Sveitarstjórnarkosningarnar þann 16. maí síðastliðinn voru haldnar í samræmi við kosningalög nr. 112 frá 2021. Framkvæmd kosningarna var í höndum yfirkjörstjórnar Reykjanesbæjar. Kosning hófst að morgni klukkan 9 og lauk klukkan 22 að kvöldi. Undirbúningur talningar hófst í lokuðu og innsigluðu húsnæði á talningarstað í Fjölbrautaskóla Suðurnesja klukkan 18 en innsigli voru opnuð leið og kjörstöðum hafði verið lokað klukkan 22. Talning atkvæða hófst klukkan 22 og var framkvæmt fyrir opnum dyrum. Biðja gestum að lækka í símum eða kveikta á þeim. Talning atkvæða hófst klukkan 22 og var framkvæmt fyrir opnum dyrum líkt og forseti kom hér inn á en talningu lauk klukkan 2 að nóttu þann 17. maí. Heildartölur þátttöku voru eftirfarandi, á kjörskrá voru alls 17.087 manns, greidd atkvæði voru 8.820 eða kjörsókn var 51,6%. Auðiseðlar voru 149, ógildir 42 og gildiseðlar samtals því 8.629. Niðurstöðu kosninga og úrslit þeirra skiptist þannig milli gildra atkvæða milli þeirra lista og framboða sem voru í kjöri voru eftirfarandi. B-listi Framsóknarflokks fékkst 2.254 atkvæði eða 26,1% og 3 bæjarfulltrúa. C-listi Viðreisnar fékk 453 atkvæði eða 5,2%. D-listi Sjálfstæðisflokks fékk 3.380 atkvæði eða 39,2% og 5 bæjarfulltrúa. M-listi Miðflokks fékk 965 atkvæði eða 11,2% og 1 bæjarfulltrúa og S-listi Samfylkingarinnar fékk 1.577 atkvæði eða 18,3% og alls 2 bæjarfulltrúa. Kæru bæjarfulltrúar, samkvæmt reglunum úthlutun sæta hljóta eftirtaldir frambjóðendur setu í bæjarstjórn Reykjanesbæjar kjörtímabilið 2026 til 2030 og eru það Vilhjálmur Árnason, D-listi, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, B-listi, Margrét Þórarinsdóttir, D-listi, Guðný Birna Guðmundsdóttir, S-listi, Róbert Jóhann Guðmundsson, B-listi, Kristján Pétur Kristjánsson frá D-lista, Gunnlaugur Kárasson, M-listi, Alexander Ragnarsson, D-listi, Hjörtur Guðbjartsson, S-listi, Díana Hilmarsdóttir, B-listi og Guðbergur Reynisson, D-listi. Og þar á eftir koma 11 varamenn. Nú, kjörstjórn gerði engar athugasemdir við framkvæmdina sem gekk friðsamlega og hnökralaust fyrir sig, engar formlegar kærur eða athugasemdir bárust á kjörfundi eða hafa borist eftir hann. Yfirkjörstjórn staðfestir að úrslitin voru rétt og endanleg samkvæmt fyrirliggjandi gögnum en kjörstjórn hefur sent ykkur nýkjörnum aðalfulltrúum og varafulltrúum tilkynningum kjör í setu í sveitarstjórn samkvæmt 119. grein kosningalaga nr. 112 frá 2021. Þetta tilkynnist ykkur hér með, þetta ekki til formlegra samþykktar þetta mál en þið með að sjálfsögðu koma upp og ræða málið, kjósið þið það, kæru bæjarfulltrúar. Svo ekki,
Þá höldum við áfram í annað mál á dagskrá hér í kvöld og það eru kosningar til eins árs samkvæmt samþykktum stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar númer 1150 frá 2024. Við hefjum fundarleiðina á að skipa í embætti forseta bæjarstjórnar og óska forseti eftir tilnefningu í embætti aðalforseta bæjarstjórnar. Hér er stungið upp á Margréti Þórarinsdóttur, eru aðrar tilnefningar? Svo er ekki og telst hún sjálf kjörin og langar með að bjóða Margréti Þórarins að koma hér upp og taka við fundarstjórn fundarins. Takk fyrir. Já, kæru bæjarfulltrúar og aðrir viðstaddir. Ég vil þakka það traust sem mér hefur verið sýnt með því að fela mér embætti forseta bæjarstjórnar. Ég tek þessu verkefni með auðmýkt og hlakka til samstarfsins sem er framundan. Í þessu hlutverki tel ég mikilvægt að forseti gæti jafnræðis, virðingar og góðra samskipta óháð sjónarmiðum eða flokkslínum. Hér sitjum við fulltrúar með ólíka áherslur en okkur ber öllum að vinna að heilindum fyrir samfélagið okkar. Ég vil jafnframt þakka fráfarandi forseta Guðni Birnu Guðmundsdóttur fyrir hennar störf í embættinu. Framundan eru fjölmörg mikilvæg verkefni og ég hlakka til að vinna með ykkur öllum að þeim. Takk fyrir það. Heyrðu, og þá getum við bara vindið okkur í dagskrána, kæru bæjarfulltrúar. Annað mál á dagskrá er kosning til eins árs samkvæmt samþykktum stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar númer 1150 frá árinu 2024. Eins og venja er þá þarf bæjarstjórn að kjósa í nokkur embætti til eins árs. Það er embætti fyrsta og annars forseta, embætti ritara, skrifara, aðal- og varaskrifara. Það eru 2 aðal- og 2 varaskrifarar og síðan er kosning í bæjarráð en þar sitja 5 aðalmenn. Borist hafa tilnefningar frá meirihlutanum, Sjálfstæðisflokki og Miðflokki. Meirihlutin tilnefnir Guðbjörg Reynisson sem fyrsta varaforseta. Ekki eru aðra tillögur svo að hann telst þá rétt kjörinn. Tillaga annan forseta frá minnihluta. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Hún telst þá rétt kjörinn. Þá óskar forseti eftir 2 aðalskrifurum. Fyrst fyrri tillaga, þar að segja frá meirihluta, var tilnefndur Alexander Ragnarsson. Ég óska eftir tillögum frá minnihluta. Hjörtur Magnús Guðbjartsson. Það liggja ekki fleiri tillögur fyrir og teljast þau því rétt kjörinn. Síðan erum við með 2 varaskrifara. Meirihluti stingur upp á Gunnlaugi Kárasyni og ég óska eftir að fá tillögu frá minnihluta. Já. Róbert Jóhann Guðmundsson og þau teljast þá rétt kjörinn. Þó óska eftir forseta eftir tilnefnum í bæjarráð. Mér hefur borist tilnefning frá meirihluta. Meirihlutin óskar eftir því að Gunnlaugur Kárason, Margrét Þórarinsdóttir og Kristján Pétur Kristjánsson sem aðalmenn inn í bæjarráð. Ég óska eftir að fá tilnefningu frá minnihluta sem aðalmenn. Guðný Birna Guðmundsdóttir frá Samfylkingu. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir frá Framsóknarflokki. Og tillaga formann bæjarráðs er Gunnlaugur Kárason og varaformið er Kristján Pétur Kristjánsson. Það liggja ekki fleiri tillögur fyrir og teljast þau því öll rétt kjörinn. Ekki þarf að kjósa varamenn í bæjarráð því samkvæmt 2. málsgrein 44. grein laga stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar númer 1150 frá árinu 2024 en þar segir bæjarfulltrúar og varabæjarfulltrúar af sama framboðslista og hinn kjörni bæjarráðsmaður verða varamenn hans í bæjarráði í þeirri röð sem þeir skipuðu listan þegar kosið var til bæjarstjórnar. Og þá getum við vindið okkur í aðalmál dagsins. Það er ráðning bæjarstjóra. Tillaga er lögð fram ráðningu Vilhjálms Árnasonar sem bæjarstjóra. Þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki. Það þarf ekki orðið laustum.
Jú, bara síðar, ég er ekki búin, ég er rétt að byrja. Nei, þú ert að óska eftir atkvæðagreiðslu. Ha, Ok. ég er bara með tilnefninguna. Þeir sem að geta samþykkt tilnefninguna að ráða Vilhjálm Árnason sem bæjarstjóra. Það eru þá 6 þeir sem sitja hjá. Þú óska eftir orðinu. Já, bara alveg sjálfsagt, gjör svo vel. Bæjarfulltrúi og Halldóra Fríða. Virðulegi forseti, ég óska þér til hamingju með kjörið og mig langar að byrja á því að óska nýjum bæjarfulltrúum til hamingju líka með kjörið og bjóða ykkur velkomna í bæjarstjórn Reykjanesbæjar. Mér langar að taka hér skýrt fram að það er athugasemdir sem ég ætla að koma með snúa ekki að persónu þess sem að stendur til að ráða, heldur þeirri málsmeðferð sem höfðir hér í þessu mikilvæga máli. Og beini því til forseta af því að bæjarfulltrúar ræða hér beint við forseta eins og venja er. Ráðning bæjarstjóra er nefnilega ein af stærstu og mikilvægustu ákvörðunum sem að teknar eru hér í bæjarstjórn. Og þess vegna skiptir máli að við vöndum til verka og að bæjarfulltrúar geti tekið umræðu og upplýsta ákvörðun á grundvelli allra nauðsynlegra gagna. Hér í dag er hins vegar verið að óska eftir því að bæjarstjórn staðfesti ráðningu áður en ráðningasamningur hefur verið lagður fram og áður en bæjarráð hefur farið yfir efni hans. Og í raun og veru þá hefur engin bæjarfulltrúi hér séð samningin, allavega ekki bæjarfulltrúar í minnihluta. Og þó er búið að setja málið á dagskrá bæjarráðs á fimmtudaginn og fundarboð þess efnis og gögn fóru út fyrir fundin í dag og þar eru heldur engin fylgigögn með málinu. Þannig að það er engin leið að kynna sér málin með þeim hætti heldur. Þannig að það er okkar mati ekki þau vinnubrögð sem eiga einkenna faglega og trausta stjórnsýslu hér í sveitarfélaginu. Við höfum staðfest ráðningu bæjarstjóra með þessum hætti þegar endurráðningu hefur verið að ræða, án breytinga á ráðningasamningi, en nú er verið að ráða nýjan bæjarstjóra og alls óljóst hvaða kröfur eru settar fram þar. Við höfum því engar upplýsingar starfskjör, réttindi, starfslokaákvæði eða aðrar meginforsendur ráðningasamnings. Ég skil ekki alveg svona hvert við erum að fara í þessum efnum af því að við erum ekki að flýta okkur í málum að þessari stærðargráðu og máli verður tekið til umfjöllunar í bæjarráði á fimmtudag. Og traust til okkar byggist á því að fari sér rétt hér með vald, verklag og ábyrgð og þá sérstaklega núna í upphafi nýs kjörtímabils. Þannig að ég tel hér og tala fyrir hönd minnihluta eðlilegast og ábyrgast að fyrir liggi fullunnin ráðningasamningur og formleg umfjöllun bæjarráðs fari fram áður en bæjarstjórn er beðin að staðfesta ráðningu nýs bæjarstjóra endanlega. Þannig að ég legg þá tillögu hér fram til forseta. Ég þakka bæjarfulltrúa Halldóru Fríðu fyrir þessa athugasemd. Við erum hér með dagskrá og við ætlum að fylgja henni, ráðning bæjarstjóra, og því kem ég þér með þá tillögu hér, hverjir sem ég er að fara að leggja fram. Þeir sem geta samþykkt ráðningu Vilhjálms Árnasonar, vinsamlegast réttu upp hönd. Það er samþykkt. Rauninni fyrirgefið, afsakið þeir sem sitja hjá. Sitja hjá, við komum með bókun. Já, þeir sem eru á móti. Það er þá 6 á móti 5. Bæjarráði falið að ganga frá ráðningu Vilhjálms Árnasonar og í framhaldi þá langar mig að bjóða Vilhjálmi Árnassyni orðið, gjör svo vel. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar, ég vil byrja að þakka það mikla traust sem að bæjarstjórn sýnir mér með að kjósa mig sem
bæjarstjóra Reykjanesbæjar. Ég vil einnig óska nýkjörnum forseta bæjarstjórnar til hamingju með kjörið og öllum nýjum bæjarfulltrúum sem og þeim sem fyrir voru til hamingju með kjörið og þakka þeim fráfarandi bæjarstjórn fyrir velunnin störf. Einnig vil ég þakka fráfarandi bæjarstjóra fyrir velunnin störf síðastliðin 12 ár. Það verður stór skref að stíga í, að feta í hans fótspor og hefur hann gert það að einlægni að rétta keflið yfir og ég vil þakka honum fyrir það. Ég hlakka mikið til samstarfsins við nýkjörna bæjarstjórn. Í bæjarstjórn eru skipaðir fjölbreyttur og öflugur hópur bæjarfulltrúa sem hefur mjög víðtæka og fjölbreytta reynslu sem var valinn til forystu í sínum framboðum og náðu hér kjöri. Þannig að bæjarfulltrúar eru í góðum sambandi við sitt samfélag og ég hef fulla trú á því að samstarfi hér í bæjarstjórn getur verið gott. Við getum sameinast það að gera góðan bæ betri. Það er stórt og ábyrgðarmikið verkefni að stýra samfélagi og byggja upp samfélag. Því verkefni lýkur aldrei. Sama hversu vel okkur gengur og þá mun verkefnið halda áfram. Þannig að ég hlakka mikið til þess samstarfs og heiti því að leggja mig allan fram eftir bestu getu í því og vera bæjarstjóri allra bæjarfulltrúa og allra bæjarbúa. Aðeins varðandi málsmeðferðina hér á ráðningunni, en þá er það skýrt í samþykktunum og lögunum að það er bæjarstjórn sem fer með ráðninguna og ráðningin þarf að fara fram svo að bæjarráð geti sinnt sínu hlutverki að klára þá ráðningarsamningin sem að ég ger ráð fyrir að verði komin í tíma til fulltrúa í bæjarráði og geta þá fjallað hann og annað slíkt. Þetta er alþekkt í stjórnsýslunni, að tekin ákvörðun og svo er öðru stjórnvaldi falið fullnaðar afgreiðsla á því ferli. Þannig að það mun vera þá rætt í bæjarráði á fimmtudaginn næsta. Þannig ég segi bara aftur takk fyrir traustið og ég hlakka til samstarfsins. Orðið er laust ráðningu bæjarstjóra. Bæjarfulltrúa Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, minnihlutinn mun hér leggja fram bókun. Undirrituð gera alvarlegar athugasemdir við málsmeðferð meirihluta vegna ráðningar bæjarstjóra Reykjanesbæjar. Fyrir liggur að bæjarstjórn er nú ætlað að staðfesta ráðningu nýs bæjarstjóra án þess að ráðningarsamningur hafi verið lagður fram eða kynntur bæjarfulltrúum. Samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum stendur til að ræða efni samningsins á fundi bæjarráðs þann 4. júní og verður fundargerð þess fundar síðan staðfest í bæjarstjórn 16. júní næstkomandi. Að okkar mati felur þessi málsmeðferð í sér óeðlilega flýtimeðferð og einnig mikilvægustu ákvörðun bæjarstjórnar. Bæjarfulltrúum er hér ætlað að staðfesta ráðningu á nýjum bæjarstjóra og skuldbinda sveitarfélagið án þess að fyrirliggi upplýsingar starfskjör, réttindi, starfsloka ákvæði eða aðrar megin forsendur ráðningarsamningsins. Slík vinnubrögð samræmast hvorki kröfum gagnsæi né vönduðum stjórnsýsluháttum við ráðningu æðsta stjórnanda sveitarfélagsins. Undirrituð telja eðlileg og ábyrg málsmeðferð sé að full unnin ráðningarsamningu fari fyrst til formlegrar umfjöllunar í bæjarráði áður en ráðning kemur til staðfestingar í bæjarstjórn. Með þeirri leið er tryggt að bæjarfulltrúar geti tekið upplýsta og málefnalega afstöðu til ráðningarinnar í heild sinni. Það er sérstakt að taka fyrir ráðningarsamning bæjarstjóra tvisvar til samþykktar í bæjarstjórn. Við teljum mikilvægt að stjórnsýsla Reykjanesbæjar einkennist af fagmennsku, gagnsæi og vönduðum undirbúningi. Því leggjum við til að afgreiðslu málsins verði frestað þar til fyrirliggur fullunin ráðningarsamningur og bæjarráð hefur lokið formlegri umfjöllun ráðningarkjör og samningsforsendur. Íbúar Reykjanesbæjar eiga að geta treyst því að ráðning æðsta stjórnanda sveitarfélagsins fari fram með faglegum, gagnsæjum og vönduðum hætti. Samþykki nýji meirihluti bæjarstjórnar ekki frestun málsins er fátt annað að gera en að neita ráðningunni að svo stöddu,
enda vita fulltrúar bæjarstjórnar ekkert fyrirliggjandi samning, slík afgreiðsla væri fjárhagslega óábyrg og við getum ekki tekið þátt í slíkum vinnubrögðum. Bókun lýkur, hún undirrituð öllum bæjarfulltrúum minnihluta, en ég tek fram að það er innihaldi í þessu efnislega sem kom fram í máli mínu hér áðan, þannig að það tekið aftur fram hér í þessari bókun. Já, ég vil þakka bæjarfulltrúa Halldóru Fríðu Þorvaldsdóttur fyrir þessa tillögu og þá munum við ganga til kosninga þessa tillögu. Þeir sem eru samþykktir tillögunni, þeir sem eru mótfallinir henni, það er samþykkt með 4 atkvæðum gegn 6 tillagan felld. Og þá ætlum við bara að vinda okkur í 4. mál sem breyting á samþykktum stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar fyrri umræða. Þá fyrir við fyrri umræða vegna breytinga á samþykktinni og eins og venja hér þá fyrir forseti yfir þær breytingatillögur sem liggja til grundvallar. Forseti gerir ráð fyrir að bæjarfulltrúar séu með bæjarmálasamþykktina fyrir framan sig og mun ég því eingöngu lesa upp þær breytingar. Fyrsta breytingin í kafla 4, bæjarráð, nefndir, ráð og stjórnir, 43. grein. Tillaga að bæta eftirfarandi setningu við málsgreinina. Bæjarstjórn kýs jafnframt formann og varaformann bæjarráðs samkvæmt 4. málsgrein 36. greinar sveitarstjórnarlaga. Þá tekur við breyting á 47. grein. Á fyrsta fundi nýkjörins bæjarráðs skal kjósa formann og varaformann bæjarráðs. Lagt til að setningin verði felld út. Næstu breytingar eru á 57. grein sem snúa nafnabreytingum á nefndum og ráðum sem og niðurfellingu þeirra. Liður B. Sjálfbærniráð fellur út og í framhaldi breytist númeraröð þeirra ráða sem koma á eftir. Lagt til að umhverfis- og skipulagsráð verði skipulagsráð og að umhverfis- og framkvæmdaráði verði bætt við. Jafnframt lagt til að nýju leikskólaráði verði bætt við. Þá lagt til að íþrótta- og tómstundaráði verði að íþrótta-, tómstunda- og menningaráði. Jafnframt lagt til að eftirfarandi ráð verði lögð niður. Lýðheilsuráð, menningar- og þjónusturáð og stjórn Eignasjóðs Reykjanesbæjar. Lagt til að fært verði inn í bæjarmálasamþykkt samráðshópi málefni fatlað fólks. Þá það liður C, umdæmisráð barnaverndar. Þar breyting á orðalagi þar sem fleiri sveitarfélög hafa bæst í hópinn. Ásahreppur, Mýrdalshreppur, Rangárþing eystra, Rangárþing ytra og Skaftárhreppur. Því fellur orðalagið út fyrir sveitarfélögin á Suðurnesjum og Árborg. Þá tekum við breyting á 60. grein. Þar fellur út ákvæði að formaður bæjarráðs gegni störfum bæjarstjóra í fjarveru hans og í stað kemur að bæjarlögmaður sé staðgengill bæjarstjóra í fjarveru hans. Síðasta breytingin á samþykktinni í 81. grein, þar sem eingöngu verið að uppfæra tilvísun í samþykkt stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. Samþykkt bæjarstjórnar númer 1150 frá árinu 2024 fellur því út. Þá orðið laust tillögu að breytingum á samþykkt stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar og bæjarstjóri hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, takk fyrir þetta. Hér liggja fyrir breytingar á bæjarmálasamþykkt Reykjanesbæjar sem mikilvægt að komi hér strax inn á fyrsta fundi að því að samkvæmt sveitarstjórnarlögum og þá höfum við aðeins fyrsta eða annan fund til þess að skipa í fasta nefndir sveitarfélagsins og við munum ekki ná að framfylgja því nema að bæjarmálasamþykktin
sé lögð fram á fyrsta fundi af því hún þarf 2 umræður. Og það er líka bara mikilvægt að koma stjórnkerfinu og stjórnsýslu sveitarfélagsins í fasta skorður eins fljótt og auðið þannig að sé hægt að hefjast handa við að vinna verkefnin. Þær breytingar sem eru gerðar á bæjarmálasamþykktinni stuðla því að strúktúra eða gera sem sagt betra skipulag á nefndunum sem að gera þetta stjórnkerfi okkar skilvirkara og til þess að ná betur markmiðum meirihlutans og bæjarstjórnar í heild það hver áhersluatriðin eru í málefnasamningi og gera líka þannig að fundirnir verði skilvirkari. Það verði þá kannski færri starfsmenn sem þurfa að sitja hvern fund. Það verða málin dreifast betur á milli nefndan og annað slíkt þannig að stjórnsýslan verði skilvirkari og hagkvæmari og hún verður líka meira stefnumarkandi í takt við áherslur málefnasáttmála meirihluta bæjarstjórnar. Því þetta hagkvæmar, góðar og skynsamlegar breytingar sem lagðar til á þessari bæjarmálasamþykkt og þess skal getið að við höfum fengið launafulltrúa sveitarfélagsins til þess að reikna út áhrifin fjárhagslega á þessu en hagræðingin af þessu breytta fyrirkomulagi 10 milljónir eða 860.000 krónur á mánuði. Og þannig að þetta líka hagræðing samhliða skilvirkni. Í kjölfarið á þessum breytingum og undir þessum lið vil ég leggja fram eftirfarandi tillögu til þess að skýra betur og undirbúa hvernig fyrirkomulagið verður og hljóða á tillagan svo. Á meðan unnið að breytingum á bæjarmálasamþykkt Reykjanesbæjar og þar til þær hafa tekið gildi samþykkir bæjarstjórn eftirfarandi tímabundi fyrirkomulag. Bæjarstjórn frestar kjöri í þær fastanefndir sem gert ráð fyrir að verði lagðar niður samkvæmt fyrirliggjandi tillögu að breytingum á bæjarmálasamþykkt. Málefni menningar flytjast frá menningar- og þjónusturáði til íþrótta- og tómstundanefndar sem mun við gildistöku breyttrar bæjarmálasamþykktar bera heitið íþrótta-, tómstund- og menningaráð. Önnur verkefni menningar- og þjónusturáðs flytjast til atvinnu- og hafnaráðs. Málefni stjórnar Eignasjóðs Reykjanesbæjar flytjast til umhverfis- og framkvæmdaráðs við gildistöku breyttrar bæjarmálasamþykktar. Umhverfis- og skipulagsráð starfar óbreytt þar til breytingar á bæjarmálasamþykkt hafa tekið gildi. Við gildistöku þeirra breytinga tekur skipulagsráð við verkefnum ráðsins samkvæmt hinni nýju samþykkt. Orðið laust. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, þetta fer að vera 3 manna fundur en ég held að við séum aðeins aftur að ruglast hér áður en við boðuðum áður var boðað til þessa fundar. Þá bárust fréttir af því að nýr meirihluti ætlaði að gera breytingar á nefndum sveitarfélagsins og nýr oddviti meirihlutans ætlaði sjálfur að leggja fram breytingatillögur á bæjarmálasamþykktinni. Og ég held að meiningin hafi verið góð og sennilega einmitt hugsuð þannig að vera hægt að gera þessar breytingar svona með sem fljótustum hætti. En það gerir engin slíka breytingar einn og sjálfur með þessum hætti. Það hefur ekki verið þannig. Við vinnum hér út frá góðri stjórnsýslu, erum bundin af því að vinna samkvæmt bæjarmálasamþykkt og nefndir okkar starfa líka með formlegum hætti samkvæmt skilgreindu hlutverki sem kemur fram í erindisbréfum. Ég var ein af þeim sem benti á þetta og ég veit að ég var ekki ein í aðdraganda þessa fundar forseti. En allt kom fyrir ekki. Hér erum við að ræða breytingatillögu á greinum bæjarmálasamþykktar án þess að ákveðið stjórnsýslulegt ferli hafi farið fram. Hvað á ég við þegar ég segi það? Jú, þegar kemur að því að gera breytingar eins og þessa sem eru hér í umræðu, að þá þeim vísað til forsetanefndar
og forsetanemnd var á störfum alveg þangað til að ný forsetanemnd sem skipuð bara þeim forsetum sem hér voru kjörnir í dag tók við. Forsetanemnd kemur saman, fjallar málið, kemur með breytingatillögu og þetta unnið með bæjarlögmanni og eftir atvikum einnig drög að erindisbréfum þá nýrra nefnda þar sem þau eru skilgreind og þar eru líka skilgreind hlutverk þeirra, valdsvið og starfshættir þeirra nefnda sem umræðir sem að stendur til að skipa. Og þetta á ekki endilega við þær nefndir sem stendur til að fella út af því að það skiptir minna máli en það þarf að gera drög að erindisbréfum nýrra nefnda. Þetta þarna svo umræðu hér og málinu til stuðnings þá vil ég vísa hér til 4. greinar í forsetanefndar erindisbréfinu, virðulegi forseti, með þínu leyfi, að meginverkefni forsetanefndar að skipuleggja starf bæjarstjórnar Reykjanesbæjar og fjalla og gera tillögur af breytingum á samþykktum stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. Og sama á við 5. grein og þar segir með leyfi forseta að nefndin fjallar að gera tillögur af breytingum á samþykktum stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköpum bæjarstjórnar til bæjarstjórnar. Þannig að mínu mati mjög mikilvægt að við fylgjum þessum stjórnsýslulegu ferlum sem kveðið á í bæjarmálasamþykktinni og líka í erindisbréfi forsetanefndar sem á að fjalla þessi mál og koma með tillögurnar. Og þar kemur bara mjög skýrt fram að nefndin á að koma með eða vinna að undirbúningi þessara breytinga og þá mjög mikilvægt að það ferli sé virt. En ég hef allavega komið því á framfæri að ég á erfitt með að sjá hvað sérstöku svona aðkallandi hagsmunir réttlæta það að við flýtum hér málinu með þessum hætti á fyrsta fundi, sérstaklega þar sem verið að ræða breytingar sem varða skipulag í stjórnsýslunni og líka á nefndarkerfi sveitarfélagsins, þannig að þessi mál eiga að fá vandaða og formlega umfjöllun í réttum farvegi áður en ákvörðun tekin. Og ég ekki með þessum orðum að segja sé hérna í einhverju andstöðu eða sé á móti því að þessar breytingar séu gerðar, heldur bara við verðum að fylgja þeim ferlum sem við sjálf erum búin að setja á staðfesta. Og mér finnst það bara ekki skapa gott fordæmi að við byrjum strax að leggja hér fram breytingar á samþykktin okkar og skipa nýra nefnda áður en að forsetanefnd hefur fengið tækifæri til að fjalla þetta mál með eðlilegum hætti. Þannig að sem og aftur í forsetanefnd til bæjarstjórnar og 2 umræður þar og nefndir eru hvort ekki starfandi í júlímánuði nema standi til að gera breytingar á því. Þannig að ég óska bara eftir því að við berum hér virðingu fyrir þeim formlegu verkferlum sem við höfum unnið með og geri að tillögu minni hér að bæjarstjórn sameinist að viðhafa áfram góða stjórnsýslulega starfshætti og að málinu verði vísað til umfjöllunar í forsetanefnd í samræmi við bæjarmálasamþykkt og erindisbréf nefndarinnar áður en að við tökum afstöðu til breytingarna. Og þannig hægt að afgreiða málið mjög hratt og örugglega en á sama tíma með faglegum hætti. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Halldóru Fríðu fyrir þetta. Bara svona til upplýsinga þá erum við ekki búin að fara með þessa svohljóðandi tillögu, koma með hana fram til að samþykkja þessar breytingar og að sjálfsögðu munum fara inn í forsætisnefnd á milli umræða. Þannig að það kemur hér á eftir. En orðið laust. Vilhjálmur Árnason, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég þakka Halldóru Fríðu fyrir hennar yfirferð á þessu. Eins og ég kom inn á áðan að þá erum við einmitt að leggja fram breytingar á bæjarmálasamþykkt til fyrri umræðu og samþykktar eftir 5. umræðu hér í dag til þess að við fylgjum sveitarstjórnarlögum. Það út af því sem að fleiri sveitarstjórnir landið að leggja fram breytingar á bæjarmálasamþykkt til fyrri umræðu í dag, alveg eins og við gert. Við fórum eftir öllum þeim stjórnsýslulegu reglum og lögum sem okkur sett með því
að senda tillögur að breytingu á bæjarmálasamþykktinni út með fundarboði þessa fundar í tíma, þannig að breytingarna lágu fyrir og gerðum með þessa betur og sendum það á alla bæjarfulltrúa áður en að fundarboði var sendt út til þess að upplýsa þetta. Og þannig að til þess að ná að fylgja lögum og reglum og þá verðum við að klára fyrir umræðu hér til þess að geta kjosið í fastanefndir sveitarfélagsins á fyrsta eða öðrum fundi. Lögin gera ráð fyrir því að við komum stjórnsýslunni eins fljótt og auðið helst á fyrsta fundi, en ef það þarf að breyta bæjarmálasamþykkt sem þarf 2 umræður, þá höfum við svigrúm til að gera á fundi númer 2. Og því þetta fyrirkomulag hér viðhaft til þess að við stundum einmitt vandaða stjórnsýslu og þetta gagnvart samkvæmt leiðbeiningum sambands sveitarfélaga og fleiri og bara eftir lögunum. Erindisbréf forsætisnefndar trompar ekki sveitarstjórnarlög eða bæjarmálasamþykkt, svo það sé sagt. Og eins og virðulegur forseti kom inn á hér áðan að þá eftir að við höfum samþykkt þetta hér eftir fyrstu umræðu, að þá fer þetta til forsetanefndar og svo til samþykktar bæjarstjórnar í aðra umræðu á næsta bæjarstjórnarfundi eftir hálfan mánuð. Þannig að hér verið að sýna vandaða stjórnsýsluhætti og málsmeðferð og stöndum bara með því, leggjum til að þessar breytingar verði samþykktar hér eftir fyrstu umræðu í dag, farið til forsætisnefndar sem hefur þá tækifæri til þess að fjalla þessar breytingar og minnihlutinn hefur haft núna nokkra daga til þess að fjalla þær og koma með einhverja breytingartillögur inn í þessa samþykkt eða hafa áfram tækifæri til þess inn í forsætisnefnd og svo stefnum við á það að samþykkja hann eftir aðra umræðu eftir hálfa mánuð. Og þá fer stjórnkerfi Reykjanesbæjar að vera komið í réttan takt og vinna fyrir samfélagið. Ég vil þakka Vilhjálmi Árnasyni fyrir þetta innlegg og þá ætla ég að bera svohljóðandi fram tillögu hvað varðar bæjarmálasamþykktina. Orðið er laust. Gjörðu svo vel, Guðný Birna. Forseti og kæru bæjarfulltrúar, hér hafa farið fram ágætis umræður bæjarmálasamþykkt svokallaða Reykjanesbæjar ásamt erindisbréfum nefnda og ráða. Hér vitnað í sveitarstjórnarlög eðlilega þar sem að erindisbréf forsetanefndar gerir það einnig, en við erum þó ekki sammála hvað kemur á undan eða hvernig á að horfa í hvað eðlileg málsmeðferð. Okkur í minnihlutanum þykir það sérstakt að það liggi svona mikið á að breyta bæjarmálasamþykkt með track changes sent á föstudegi fyrir þennan fyrsta fund á þriðjudegi sem yfirleitt formlegu fundur. Það sem að það kemur skýrt fram í erindisbréfi forsetanefndar að með leyfi forseta að megin verkefni nefndarinnar að skipuleggja starf bæjarstjórnar Reykjanesbæjar og fjalla og gera tillögur að breytingum á samþykktum stjórn Reykjanesbæjar og fundasköp bæjarstjórnar. Þannig að eðlilega þessi samþykkt stjórn Reykjanesbæjar og fundasköp bæjarstjórnar, þetta er stórt heiti, eða svokölluð bæjarmálasamþykktin okkar leiðavísir í öllum okkar verkefnum. Þannig að okkar mati á það ekki að vera í höndum einhvers eins manns að gera track changes á verkefninu án viðkomu forsetanefndar þar sem að það virðist vera mjög skýrt í því máli. Forsetanefndin þverpólitísk 3 manna nefnd. Hún var meira að starfhæf gamla nefndin til klukkan 5 hérna rétt áðan. Það hefði verið hægt að kalla hana til. Það hefði líka hægt að kalla hana til á morgun og vinna að því að fá fyrri umræðu núna 16. júní.
en það virðist ekkert liggja mikið á neinu þarna inni því að sveitarfélag okkar gengur alveg ágætlega þótt þessar nefndir séu ekki búin að hefja sín störf. En minnihlutinn gerði bókun mál 4 sem að ég vil lesa upp með leyfi forseta. Undirrituð mótmæla harðlega vinnubrögðum hjá nýjum bæjarstjóra Reykjanesbæjar. Á fyrsta fundi nýrra bæjarstjórnar strax brotið gegn eðlilegri stjórnsýslu sveitarfélagsins og að því virðist eingöngu til að breyta því hver leysir bæjarstjóra af í fjarveru hans og til að innleiða nýja nefndir sem taki ekki til starfa fyrir síðar í sumar. Samkvæmt 4. og 5. grein erindisbréf forsetanefndar hlutverk nefndarinnar meðal annars að fjalla að gera tillögur á breytingum á samþykktum stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. Nú hefur verið ákveðið af nýjum bæjarstjóra að eðlilegt sé að gera sjálfu breytingar á bæjarmálasamþykkt og fara algjörlega fram hjá þverfaglegri pólitískri forsetanefnd Reykjanesbæjar. Einnig ég verið að leggja fram tillögur breyting á stjórnskipan og nefndakerfi sveitarfélagsins áður en forsetanefnd hefur fengið tækifæri til að fjalla máli með formlegum hætti. Þá liggja ekki heldur fyrir drög að erindisbréfum þeirra nefndar sem lagt til að verði hér skipaðar, þrátt fyrir að kveðið sé á slíkt í 57. grein C í bæjarmálasamþykkt að bæjarstjórn gefi út erindisbréf að tillögu forsetanefndar þar sem skilgreint séu hlutverk, valdasvið og starfshættir nefnda. Nýju nefndir Reykjanesbæjar hafa því ekkert formlegt hlutverk og engin afmörkuð verkefni og ný bæjarstjóri hefur ekki verið skýr svör með það hvað nefndirnir eiga að gera þegar leitast eftir upplýsingum. Bæjarfulltrúar Framsóknar og Samfylkingar vilja árétta mikilvægi þess að breytingar á samþykktum stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar fari þann stjórnsýslulega farveg sem kveðið á í gildandi bæjarmálasamþykkt og erindisbréfi forsetanefndar. Ekki hefur verið sýnt fram á að svo brýnir hagsmunir séu fyrir hendi sem réttlæta að vikið sé frá þessu verklagi á fyrsta fundi nýrra bæjarstjórnar. Réttast að máli fari fyrst til umfjöllunar í forsetanefnd og síðan í hefðbundnu ferli bæjarstjórnar með 2 umræðum áður en endanleg ákvörðun verður tekin. Með því að vanda til verka og fylgja samþykktum stjórnsýsluferlum og jafnframt draga úr hættu og ágreiningi eða kærum til ráðuneytis sveitarstjórnarmála vegna kosninga eða skipunar nefnda. Fljótfærni eru orð sem kom upp í hugan við þessa sérkennilegu málsmeðferð hér í dag hjá Sjálfstæðisflokk og Miðflokk. Eflaust þetta bara brot af því sem koma skal. Virðing fyrir samþykktum verkferlum og vönduðum stjórnsýsluháttum mikilvæg forsenda traust á störfum bæjarstjórnar, ekki síst í upphafi á nýju kjörtímabili. Og undir þetta rita allir bæjarfulltrúar minnihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Ég þakka bæjarfulltrúa Guðni Birnu Guðmundsdóttur fyrir. Orðið laust. Bara Vilhjálmur Árnason gjör svo vel. Virðulegi forseti, já, eins og ég kom hérna inn á áðan að þá verðum við að fylgja lögum og þetta eina leiðin að fylgja lögunum til þess að kjósa í fasta nefndir á fyrsta öðrum fundi að gera þetta svona og það kemur mér svo ekkert á óvart hjá minnihlutunum að vilja fresta því að klára málin og vilja líka fresta því að innleiða hagræðingu en svo verður að vera og þessar breytingar eru allar vel ígrunduðu máli og vel yfirfarið og tilkynnt í tíma þannig að allir búin að hafa tíma til þess að koma að því og eins og ég sagði áðan, forsetanefnd mun fá þetta til umfjöllunar fyrir aðra umræðu. Og því legg ég til eftirfarandi bókun fyrir hönd meirihlutans. Meirihluti bæjarstjórnar telur rétt að taka fyrir tillögur að breytingum á bæjarmálasamþykkt á fyrsta fundi nýrrar bæjarstjórnar. Að undangenginni yfirferð á sveitarstjórnarlögum, núgildandi bæjarmálasamþykkt og fordæmum úr öðrum sveitarfélögum það mat meirihlutans að þessi málsmeðferð sé í samræmi við lög og stuðli að því að stjórnsýsla sveitarfélagsins taki sem fyrst mið að þeirri stjórnskipan sem ný bæjarstjórn hyggst starfa eftir. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum skal kjósa í fastanefndir sveitarfélagsins á fyrsta eða öðrum fundi nýrrar bæjarstjórnar með því að hefja breytingar á bæjarmálasamþykkt strax
skapast betri forsendur til að ljúka þeirri vinnu í samræmi við markmið nýrrar bæjarstjórnar. Meirihlutinn bendir jafnframt á að fordæmi eru fyrir sambærilegu verklagi í öðrum sveitarfélögum og telur því að sú málsmeðferð sem hér er viðhöfð sé bæði málefnaleg og í samræmi við góða stjórnsýsluhætti. Bókun lýkur. Og þá að lokum vil ég bara benda á það að minnihlutinn telur sem sagt að sveitarstjórnir almennt landið séu að stunda óvandaða stjórnsýsluhætti með að leggja til samþykktar sýnubreytingum og vilja að við séum öðruvísi, en við viljum fara á lögum og leggjum þetta því til. Ég þakka Vilhjálmi Árnasyni fyrir og þá næstur Guðbergur Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, til hamingju með kjörið og virðulegi bæjarstjóri til hamingju með kjörið einnig og þið bæjarfulltrúar til hamingju. Ég vildi nú bara henda inn hérna, ég sammála því að við eigum að viðhafa hér góð og virðuleg störf og núna erum við búin að leggja til þessar breytingar inn í fyrstu umferð, fyrstu umræðu og ég tel að það sé nauðsynlegt fyrir þig, nýkjörinn forseta, að boða til forsetanefndar strax, helst í vikunni eða bara á morgun. Ég laus á morgun og nýkjörinn annar varaforseti til hamingju með kjörið, bæjarfulltrúi Halldóra Fríða. Við getum þá þrjú sest yfir þessar breytingar og reynt að flýta því að koma þeim í rétt horf fyrir seinni umræðu sem þá eftir 2 vikur. Og ég tel að þetta sé besta leiðin af því að við getum auðvitað ekki kallað til eldri forsetanefnd sem hefur verið lögð niður og ný forsetanefnd er komin til starfa. Þannig að ég tel að við eigum að drífa í þessu, klára þennan fund og fara að funda seinni umræðu. Takk. Og næstum orðið hefur beðið Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti. Já, þar liggur hundurinn einmitt grafinn að mál hafa ekki komið í fyrri umræðu fyrir en eftir umfjöllun í forsetanefnd. Og það er vont að nýr bæjarstjóri leggi manni hér orð í munn að maður vil ekki fara eftir lögum og segja það að önnur sveitarfélög séu rangstæð, sem er alls ekki það sem ég var að segja hér áðan, heldur að við erum að fylgja þeim reglum. Við erum að fylgja því verklagi, þeim samþykktum sem við hér bæjarstjórn Reykjanesbæjar hefur áður samþykkt. Þannig að við erum að fylgja því. Við erum að fara eftir okkar eigin settu markmiðum. Og ég man vel eftir því og sennilega nýr bæjarstjóri líka að í samtali okkar núna í aðdraganda þessa fundar þá lagði ég til að það væri hægt að kalla saman forsetanefnd og ég vona að ég sé ekki að brjóta neitt trúna og því samtali að hann sjálfur lagði mér þess að til að við myndum þá mögulega bara gera það og halda aukafund bæjarstjórnar til að koma þessu bara eftir þeim formlegu ferlum sem við vinnum hér eftir af stað. Þannig að hugmyndin, eins og ég sagði hér áðan líka, að þessum breytingum, mér finnst hún ekki slæm. Ég vil bara við vinnum eftir þeim leikreglum sem við höfum hér sett okkur og góðum og vönduðum faglegum vinnubrögðum. Þannig að fyrsta umræða á ekki að fara fram og það veit bæjarfulltrúi og fyrsti varaforseti Guðbergur Einarsson líka sem hefur verið í forsetanefnd með mér hér áður að fyrsta umræða á ekki að fara fram fyrir en eftir að forsetanefnd hefur tekið bæjarmálasamþykktina til umfjöllunar. Það er það sem að verið að gagnrýna hér í dag. Að fyrsta umræða kemur á eftir umfjöllun forsetanefndar. Og það hefði vel verið hægt að kalla eldri forsetanefnd saman fyrir helgi til þess að fjalla þessa breytingu og forsetanefnd hefði vísað því til fyrir umræðu hér í dag
af því að í þeirri nefnd voru sannarlega aðrir varaforsetar og það hefði ekkert verið neitt óeðlilegt að taka þetta til umfjölluna þar ef við hefðum viljað komast inn á sporið aftur með réttum hætti. Þannig að það er gagnrýnin. Fyrri umræða er ekki tekin fyrr en eftir að forsetanefnd hefur fjallað málið og það hefði sannarlega verið hægt að gera það í dag, forseti. Ég þakka bæjarfulltrúa Halldóru Fríðu fyrir þetta innlegg. Þar sem enginn annar hefur beðið um orðið, þá mun ég leggja hér fram tillögu frá Halldóru Fríðu, minnihluta. Þeir sem geta samþykkt hana með að fresta þessu og þeir sem eru á móti. Tillagan er felld 6-5. Forseti, þá mun ég, sjálf mun ég bera núna upp svohljóðandi tillögu. Þeir sem samþykkja að vísa breytingum á samþykktum stjórn Reykjanesbæjar og fundarskup bæjarstjórnar til síðari umræðu á næsta bæjarstjórnarfundi að undirgenginni umræðu í forsetanefnd. Og ég endurtek undirgenginni umræðu í forsetanefnd. Næsti bæjarstjórnarfundur verður haldið það 16. júní. Þá ætla ég bara að óska ég eftir að hverjir geta samþykkt þessa tillögu. Það eru 6 þeir sem eru á móti. Það er 5. Tillögan er samþykkt 6-5. Og síðan er það tillaga frá Vilhjálmi Árnasyni sem ég ber hér upp. Hverjir geta samþykkt þá tillögu? Unnið er að breytingum á bæjarmálasamþykkt Reykjanesbæjar og þar til þær hafa tekið gildi samþykki bæjarstjórn eftirfarandi tímabundi fyrirkomulag. Hann las hann upp hér áðan. Vilja að ég endurtaka hana eða? Á meðan, þá byrja ég bara aftur lesturinn. Á meðan unnið er að breytingum á bæjarmálasamþykkt Reykjanesbæjar og þar til hafa getið gildi samþykki bæjarstjórnar eftirfarandi tímabundi verklag. Bæjarstjórn frestar kjöri í þær fasta nefndir sem gert er ráð fyrir að verði lagðar niður samkvæmt fyrirliggjandi tillögum að breytingum á bæjarmálasamþykkt. Málefni menningar flytjast frá menningar- og þjónusturáði til íþrótta- og tómstundanefndar sem við gildistöku breyttar bæjarmálasamþykktar bera heitið íþrótta-, tómstunda- og menningaráð. Önnur verkefni menningar- og þjónusturáð flytjast til atvinnu- og hafnaráðs. Málefni stjórnar Eignasjóðs flytjast til umhverfis- og framkvæmdaráðs við gildistöku breyttrar bæjarmálasamþykktar. Umhverfis- og skipulagsráð starfar óbreytt þar til breytingar á bæjarmálasamþykkt hafa tekið gildi. Við gildistöku þeirra breytinga tekur skipulagsráð við verkefnum ráðsins samkvæmt hinni nýju samþykkt. Þetta er tillagan og þeir sem eru með tillögunni. Þeir sem eru á móti. Fæ ég fleiri hendur á loft eða? Já. Tillagan er samþykkt 6-5. Og þá erum við komin að næsta lið sem er kosning í nefndir, ráð og stjórnir til 4 ára samanber 57. grein samþykktar stjórn Reykjanesbæjar og fundarskup bæjarins. Frá númer 1150 frá 2024. Og þá skulum við bara byrja á bæjarráði. Nei, já, fyrirgefðu, afsakið. Þá munum við byrja á atvinnu- og hafnaráði. Þær tillögur sem koma frá meirihluta aðalmenn er Alexander Ragnarsson, Tryggvi Þór Bragason og Rúnar Fóstál Arnarsson. Þá vantum við tillögu frá minnihluta. Magnús Einþór Ásgeirsson. Og Sigurður Guðjónsson. Þá eru aðalmenn, afsakið.
Já, afsakið þetta. Þá eru aðalmenn í hafnaráði Alexander Ragnarsson sem hefur sinna formennsku, Tryggvi Þór Bragason, Rúnar Fossdal, Magnús Eyþór og Sigurður Garðarsson. Guðjónsson, afsakið. Eyþór Ásgeirsson. Það er ekki ástæðulaust að maður fá þetta fyrirfram. Maður getur ekki munað þetta allt saman, en það var ekki í boði. En varamenn í atvinnu- og hafnaráði er Jón Ragnar Reynisson frá meirihluta, Hjörleifur Stefánsson frá meirihluta og Jón Már Sverrisson frá meirihluta og þá vantar mig frá minnihluta. Samfylkingin tilnefnir Friðþjóf Helga Karlsson. Og fyrir hönd. Já, þetta er varamaður í atvinnu- og hafnaráði. Já. Það er Ásta María Guðmundsdóttir. Þá eru varamenn Jón Ragnar Reynisson, Hjörleifur Stefánsson, Jón Már Sverrisson, Friðþjófur Helgi Karlsson og Ásta María Guðmundsdóttir. Þá vindum við okkur í menntaráð. Aðalmenn í menntaráði frá minnihluta eru Berglind Ragnarsdóttir frá meirihluta. Ég er búin að vera svo lengi í minnihluta. Já. Þá er það menntaráð og formaður er Berglind Ragnarsdóttir, Sigrún Þorsteinsdóttir er varaformaður og Ragnar Már Ragnarsson og frá minnihluta. Samfylkingin tilnefnir Bjarna Halldór Heiðursson. Og Díana Hilmarsdóttir. Þá eru aðalmenn Berglind Ragnarsdóttir formaður, Sigrún Þorsteinsdóttir varaformaður, Ragnar Már Ragnarsson frá meirihluta og minnihluti Bjarni Halldór Heiðursson og Díana Hilmarsdóttir. Varamenn í menntaráði eru frá meirihluta Þorsteinn Ingi Hjálmarsson, Hjörleifur Stefánsson og Hermar Borgar Jakobsson. Þá vantar mig frá samfylkingunni. Samfylkingin tilnefnir Völu Ósk Ólafsdóttur. Klöru. Og frá Framsókn. Það er Hólmfríður Jenníar Árnadóttir. Þá eru varamenn í menntaráði eftirfarandi Þorsteinn Ingi Hjálmarsson, Hjörleifur Stefánsson, Hermann Borgar Jakobsson frá meirihluta og frá minnihluta Vala Ósk Ólafsdóttir og Hólmfríður Jenníar Árnadóttir. Þá er það komið að velferðaráði og aðalmenn í velferðaráði Ólu Steinun Lárusdóttir sem er verða formaður, Alma Guðnadóttir sem er varaformaður og Hermann Borgar Jakobsson. Þá er það vantar mig frá minnihluta. Samfylkingin tilnefnir Aðalheiði Hilmarsdóttur. Og Halla Karin Guðjónsdóttir. Og þá eru aðalmenn, samkvæmt þessu, Ólu Steinun Lárusdóttir formaður, Alma Guðnadóttir varaformaður, Hermann Borgar Jakobsson, Aðalheiður Hilmarsdóttir, Halla Karin Guðjónsdóttir. Og þá eru það varamenn fyrir hönd minnihluta, meirihluta, Sigrún Þorsteinsdóttir, Anna Lítía Helgadóttir og Margrét Þórarinsdóttir og frá minnihluta. Samfylkingin tilnefnir Ernu Maríu Jensdóttur. Hekla Sif Ingvadóttir. Og þá hljóða varamenn svona. Sigrún Þorsteinsdóttir, Anna Lítía Helgadóttir, Margrét Þórarinsdóttir, Erna María Jensdóttir, Hekla Sif Ingvadóttir.
Þá erum við komin að skipulagsráði. Aðalmenn í skipulagsráði fyrir hönd meirihluta Gunnar Felix Rúnarsson formaður, Aðalgeir Jónsson varaformaður, Jón Már Sverrisson og síðan það minnihluti. Samfylking tilnefnir Björn Magnús Guðbjartsson. Róbert Jóhann Guðmundsson. Þá eru aðalmenn eftirfarandi Gunnar Felix Rúnarsson formaður, Aðalgeir Jónsson varaformaður, Jón Már Sverrisson, Hjörtur Magnús Guðbjartsson og Róbert Jóhann Guðmundsson. Varamenn í skipulagsráði Sigurður Jón Sigmundsson, Hermann Borgar Jakobsson, Guðmundur Þórir Ingólfsson frá meirihluta. Samfylking tilnefnir Halldór Rósmund Guðjónsson. Birgir Már Bragason. Þá eru varamenn eftirfarandi Sigurður Jón Sigmundsson, Hermann Borgar Jakobsson, Guðmundur Þórir Ingólfsson, Halldór Rósmundur Guðmundsson og Birgir Már Bragason. Guðjónsson. Þá erum við komin að íþrótta- og tómstunda- og menningaráði og aðalmenn þar eru Sunna Gunnarsdóttir formaður, Bjarni Gunnólfsson varaformaður, Guðmundur Steinarsson og það eru frá meirihluta. Samfylking tilnefnir Hámund Helgason. Birgir Már Bragason. Þá eru aðalmenn í íþrótta- og tómstundaráði Sunna Gunnarsdóttir formaður, Bjarni Gunnólfsson varaformaður, Guðmundur Steinarsson, Hámundur Helgason og Birgir Már Bragason. Þá erum við komin að varamönnum. Varamenn í íþrótta- og tómstunda- og menningaráði frá meirihluta Rúnar Fossdal Árnason, Logi Þór Ágústsson og Ragnar Már Ragnarsson. Samfylking tilnefnir Magnús Einþór Áskelsson. Jasmín Petra Júnesdóttir. Það er uppsumum í Jasmín og Jónas. Það eru Júnes eða Júna? Júnesdóttir. Jasmín Júnesdóttir. Jasmín Petra Júnesdóttir. Okay. Þá eru varamenn Rúnar Fossdal Árnason, Logi Þór Ágústsson, Ragnar Már Ragnarsson, Magnús Einþór Áskelsson og Jasmín Júnes Petradóttir. Jasmín Petra Júnesdóttir. Heyrðu, þá hefur þessum lið lokið. og yfirkjörstjórn. Afsakið augnablik. Ég biðst innilega afsökunar á þessu en það er alltaf gaman að taka við nýju hlutverki. Það eru hérna nokkri sem eru nýjir þannig að það er ósköp eðlilegt að maður komi smá byrjunarörðuleika hjá manni en vonandi skólast maður nú til á næstum fundum. Þá mun ég halda áfram
Öldungará Reykjanesbæjar, aðalmenn, Rúnar Vaff Arnarsson sem formaður, Sigrún Þorsteinsdóttir og frá minnihluta. Gunnar Jón Ólafsson. Þá þetta aðalmenn, formaður Rúnar Vaff Arnarsson, Sigrún Þorsteinsdóttir og Gunnar Jón Ólafsson. Varamenn í öldungaráð eru Kalveig Grants, Ólafur Bjarnason og frá minnihluta. Birna Ósk Óskarsdóttir. Varamenn í öldungaráði er Kalveig Grants, Ólafur Bjarnason og Birna Ósk Óskarsdóttir. Þá erum við komin með yfirkjörstjórn við Alþingis- og sveitarstjórnarkosningar. Brynjólfur Sveinn Ívarsson, Jóna Hrefna Bergsteinsdóttir og minnihluti. Bjarni Rut Jensdóttir. Varamenn Davíð Brá, Hanna Björg Konráðsdóttir Og Hallur Geir Heiðarsson. Þá hljóðar yfirkjörstjórn til Alþingis- og sveitarkosninga svona. Brynjólfur Sveinn Ívarsson, Jóna Hrefna Bergsteinsdóttir, Bjarni Rut Jensdóttir, varamenn Davíð Brá, Hanna Björg Konráðsdóttir og Hallur Geir Heiðarsson. Síðan það Almannavard Suðurnesja utan Grindavíkur. Það Vilhjálmur Árnason og Gunnlaugur Kárason. Já, og Gunnlaugur Kárason til vara, afsakið. Síðan það fulltrúar á Brunabótafélag Íslands, þar mun bæjarlögmaður sitja og til vara Alexander Ragnarsson. Þá það landsfundur Sambands íslenskra sveitafélaga. Þar sitja Vilhjálmur Árnason, Gunnlaugur Kárason og oddviti Framsóknar, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, oddviti Samfylkingar, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Margrét Þórarinsdóttir og Kristján Pétur Kristjánsson. Varamenn eru Rúnar Fossdal Árnason, Alexander Ragnarsson og Guðbergur Reynisson og síðan það frá minnihluta. Frá næstu menn á lista, það Róbert Jóhann Guðmundsson. Það vantar þið eru með 3. Díana. Ha? Við erum ekki með 3, þið eru með. Já, takk fyrir að láta vita. Ég sagði þessu. Ég sagði þessu. Díana Hilmarsdóttir. Það til að. Þá bara höldum við áfram. Við skulum bara byrja hérna á varamönnunum upp á nýtt. Rúnar Fossdal Árnason, Alexander Ragnarsson, Guðbergur Reynisson, Róbert Jóhann Guðmundsson, Hjörtur Magnús Guðbjartsson og Díana Hilmarsdóttir. Þá held ég að þessari talningu sé lokið. Upptalningu. Og þá erum við komin í mál númer 6 á dagskrá, siðareglur kjörinna fulltrúa, orðiðlaust. Það enginn kveðið sér hljós og því vísa ég þessu máli til skoðunar og samþykktar til bæjarráðs. Síðan það fundargerð bæjarráðs frá... Já. Bara mjög góð ábending. Takk fyrir hana. Það nefndir og ráð.
og legg ég til að þessu verði að undangenginni umsögn frá forsetanefnd. Þá erum við komin í lið númer 7 sem er fundargerð bæjarráðs frá 28. maí. Orðið er laust. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, að venju ætla ég að fara hér yfir mál úr fundargerð bæjarráðs og þarna var fyrsta mál á dagskrá tilkynningum slit Keilis en nú rennur starfsemi Keilis undir hatt og hlíf Háskóla Íslands og þrátt fyrir þessa breytingar og þar áhyggjur sem komu upp þegar umræðan fór fyrsta stað þá sjáum við þessa breytingu núna sem bara mikið tækifæri og ekki þá síst fyrir svæðið okkar af því að hér erum við þá komin með útibú Háskóla Íslands inn í sveitarfélagið okkar og ég held að við ættum að taka saman höndum hér, vinna saman að því að hér verði komið á fót menntasetri Háskólans. Ég hef lagt það fram hér áður. Við vitum að það er ekki vanþörf á auknu framboði í menntun og sérstaklega háskólastigi. Ég sé þarna gríðarleg tækifæri til þess að fara í samstarf og sérstaklega þá að mennta leik- og grunnskólakennara og gera það núna með almennlegri hætti og við séum að horfa til þess hvernig þetta var gert á Akureyri á sínum tíma þegar að Akureyrarbær varð mettur af bæði hjúkrunarfræðingum og kennurum þegar að háskólinn á Akureyri fór þar í gríðarlegt, það var kannski ekki átak en bara mikla vinnu með samfélaginu og ég held að við ættum bara sameinast það hér öll sem eitt og ég er svo sannarlega og við til að leggja okkar á mörkum í þeirri vinnu. Síðan langar mig að taka líka aðeins hérna til máls síðasta mál á dagskrá þessa fundar sem var þróunarsamningur við Reiti vegna uppbyggingar á Stapabraut 15 en fráfarandi meirihluti bauð þessa lóð út og fengum þar af lóðinni tekjur, það var alveg barist hana og það voru Reitir eins og áður sagði sem voru með hæsta tilboð í þessa lóð og tillögu að verkefnin sem mun nýta samfélaginu í Innri Njarðvík verulega vel og þar stendur þá til að byggja upp verslunar- og þjónustukjarna á Reitnum sem að íbúar hafa kallað eftir í mjög langan tíma og ég vona bara að við hjálpumst að við að tryggja það að þessi samningur haldi. Við höfum reynt eftir fremsta megni að kalla til eða fá til okkar uppbyggingar aðila sem vilja byggja upp í Innri Njarðvík og það hefur bara reynst þrautinni þyngri. En nú erum við búin að stíga þetta skref og það verður bara gaman að fylgjast með þessari uppbyggingu. En á þessum fundi voru líka bara eins og venja lagðar fram ýmsar fundargerðir bara til kynningar eða upplýsinga. En þetta voru kannski þau 2 mál sem ég langaði helst að nefna hér. Þakka Halldóru Fríðu Bæjarsdóttur fyrir þetta. Orðið er laust. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég þakka bæjarfulltrúa Halldóru Fríðu fyrir sína yfirferð og vildi bara koma hér upp og taka undir með henni að við þurfum að vinna saman að því að efla hér menntun og sérstaklega háskólamenntun og nýta öll svona tækifæri til þess að byggja á það, þannig að sjálfsögðu förum við saman í þá vinnu og tek einnig undir, það er mikið ánægjuefni að það sé að hefjast uppbygging í Innri Njarðvík á aukinni þjónustu og við þurfum að halda áfram að fylgja því eftir og vonandi mun þessi uppbygging greiða brautina fyrir frekari þjónustuuppbyggingu þar sem og í öðrum hverfum Reykjanesbæjar
af því að við viljum að sé öflugir þjónustukjarnar í öllum hverfum og það sé mikilvægt að fólk hafi aðgengi að daglegri þjónustu sem næst sínu nær hverfi. Þannig að þetta eru verkefni sem við í bæjarstjórn munum vinna og fylgja áfram eftir í sameiningu. Ég þakka Vilhjálmi Árnasyni fyrir þetta. Orðið er laust fyrir ykkur sem að brenna inni með að fá að tjá sig. Svo ekki. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina viljandi gefið merki. Hún er samþykkt 11:0. Þá höldum við áfram og næst tekin fyrir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 22. maí. Hér að ræða 2 mál eins og áður sem eru nokkur mál sem þarfnast sérstakra afgreiðslu bæjarstjórnar og þar er fyrst mál númer 4, Suðurgata 1, fyrirspurn, orðið er laust. Það er enginn sem óskast að taka til máls, þeir sem geta samþykkt 4. mál eru beðnir að gefa merki. Það er samþykkt 11:0. Næst tökum við lið 5. Iðavellir 10B, lóðastækkun. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður til sig hljós. Þeir sem geta samþykkt 5. mál eru beðnir að gefa merki. Það er samþykkt 11:0. Síðan er fundargerðin hér laus til athugasemda. Þeir sem geta orðið er laust fundargerðina í heild sinni. Róbert Jóhann, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, og ég vil byrja að óska ykkur til hamingju með kjörið öllsumul. En ég kem hérna undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs og mér langar að bara vekja athygli hérna á máli númer 9, Bergvík, nýtt aðal- og deiliskipulag. Þar leggur Suðurnesjabær fram vinnslutölu aðal- og deiliskipulagi fyrir Bergvík vegna uppbyggingar K64 hringrásar iðngars í Helguvík og Bergvík. Óskaðar umsagnar Reykjanesbæjar. Og þarna erum við að fjalla þetta nýtt deiliskipulag og aðalskipulag og við erum að leggja umhverfis- og skipulagsráð leggur áherslu á iðnað sem samræmis íbúðabyggð í Reykjanesbæ, uppbygging iðnaðar skal uppfylla skilyrði bestu aðgengilegu tækni BAT og lög hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7 frá 1998. Mikilvægt er að íbúum í nágrenni iðnaðarsvæðis verði tryggð heilnæm lífsskilyrði og njóti heilnæms og ómengaðs umhverfis í samræmi við markmið lagana. Og ennfremur gerir ráðið alvarlegar athugasemdir við áætlaðan reykás sem samkvæmt gögnum gæti trónað í 150 metra hæð yfir sjó og þar með myndað helsta kennileit á Reykjanesi. Einnig er óskar ráðið eftir samtali á milli Reykjanesbæjar og Suðurnesjabæjar fráveitumál svæðisins ásamt vegtengingum á milli sveitarfélaga. Þannig að þarna eru 2 iðnaðarsvæði sem liggja bara hlið við hlið og við erum að leggja áherslu á aukið samráð og að við séum ekki að reisa þarna þó það sé hinum megin við línuna minnismerki eða reykháf sem gæti trónað í alltaf 150 metra hæð yfir sjó. Þannig að ég vil vekja athygli á þessu. Ég þakka Róberti Jóhanni fyrir þetta. Orðið er laust. Guðbergur Reynisson, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég glemdi nú að bjóða ykkur velkomin alla gestina sem eru hér í dag og virðulegan tæknistjóra.
Ég kem hérna upp undir fundargerð USK 22. maí, þar sem ég satt í þessu ráði og mér langaði að taka aðeins fyrsta mál, fagna því að fyrirverandi bæjarfulltrúi Helga María Finnbjörnsdóttir lagði fram þetta erindi að festa gömlu staðarheitin. Og það er svolítið skemmtilegt að ég veit að hún að horfa núna því hún var að senda mig skilaboð að skótnir mínir væru með mikinn hávaða, þannig ég fór úr þeim. Ég væri til í að gera meira við þetta erindi. Árið 2022 þá lagði ég til að við myndum fara að merkja Reykjanesbæ betur. Þegar þú keyrir frá Reykjavík hérna suður eftir, þá er eitt merki sem segir að við séum að fara til Reykjanesbæjar og það er í brekkunni fyrir ofan Grindavíkurálfgerð. Annars stendur Keflavík og mynda flugvél. Þannig að þú ert að fara á flugvöll. Mér finnst við vera að gera lítið úr Reykjanesbæ. Við eigum að vera miklu meira að markaðssetja, og þetta er bara lítið mál að krefja vegagerðina það að merkja skiltin með Reykjanesbæ. Ég er ekki að tala eins og menn fóru mikinn að ég ætla að fara saman að Keflavík og Njarðvík í fótbolta og körfubolta eða íþróttum. Ég er ekki að tala það. Ég er að tala að við höfum að tala meira Reykjanesbæ. Við höfum að merkja Reykjanesbæ út allt. Þeir sem er að koma úr Reykjavík eiga nokkra klukkutíma, þeir eiga ekki að fá sér kaffibolla í Hafnarfirði, heldur eiga að fá sér kaffibolla í Reykjanesbæ og bíða eftir flugi. En ég vona að nýkjörinn bæjarstjóri leyfi mér aðeins að brasa í þessu. Annað sem ég langaði að veita athygli er þetta risaverkefni Vern upp á Ásbrú. Og þarna er bara verið að byggja nýtt gagnaver sem að mun setja mikið mark á samfélagi hérna næstu 3 árin. Ég ætla ekki að fara að henda fram einhverjum tölum hérna þar sem að það er nú kannski óábyrgt en við höfum heyrt háar tölur mannahald og bara rafmagnið sem þarf í þetta. Þannig að þetta er mjög spennandi verkefni og við eigum að tala fyrir því. Og 7. mál, það er svolítið mikilvægt af því að þarna eru verslunareigendur byrjaðir að kvarta yfir því að það vantar bílastæði við Hafnargötuna. Þarna verður ósk eftir sérmerktu bílastæði og það er auðvitað ekki hægt að eiga við það en við eigum að bara fara strax í það að leysa vandamál Hafnargötunar, leysa vandamál þessara bílastæða, eða það er orðið of lítið pláss fyrir bílan okkar og við eigum að hugsa það niður á bakkanum fyrir neðan Hafnargötuna. Þannig að vonandi, kæri bæjarstjóri, myndu leyfa okkur að stúsast aðeins í því líka. Róbert kom vel inn á 9. mál. Ef ég vitna í fundargerðina þá yrði 150 metra strompur ansi flott kennileiti fyrir Suðurnesin en ég held að við höfum allavega lítinn áhuga við þurfum allavega að skoða það vel áður en að við samþykkjum að þetta tróni yfir bænum okkar nema að vel skoðuðu máli og mér finnst að þarna kemur enn og aftur mikilvægi þess að skoða og lesa gögn og að fólkið íbúarnir fylgist með bara hvað að vera. Og auðvitað viljum við að Suðurnesjabær verði nú bara í sambandi við okkur í sameiginlegum málum eins og vegtengingum og fráveitu. Annars vil ég bara þakka hérna fráfarandi aðilum í USK-ráðinu. Því verður splittað upp núna eins og verður líklega samþykkt á næsta bæjarstjórnarfundi. Já, það verður samþykkt. Og þetta voru góð og lærdómsrík 4 ár og hlakka til því sem tekur við. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Guðbjörgur Einarsson. Guðný Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir, bara gott mál sem að bæjarfulltrúar Róbert vakti máls á hér áðan varðandi Bergvík nýtt deiliskipulag. Ég hef sagt það hér í pontu áður að ég ekkert svo viss að málin okkar sem við erum með í skipulagslýsingu eða liggur undir skipulagsgátt nái áheyrn eða athygli okkar íbúa. En ég hvet ykkur til að skoða málið, þetta athyglisvert og því að þið vitið eflaust flest hér inni að Helguvíkin okkar skipt niður með pennastriki, þar sem að Suðurnesjabær á hinn helminginn. Þannig að það sem gert í Helguvík náttúrulega 1,7 km frá Keflavíkin okkar, en mun lengra frá Suðurnesjabæ. Þannig ég hvet ykkur til að rýna þetta, en þetta opið í skipulagsgátt þar til 4. júní sem að lýkur eftir 2 daga. Þannig að þið viljið kíkja á það út af því að þetta athyglisvert, þetta stór vinnsla sem að snýr að svokallari SAF-framleiðslu, en ég ekkert viss að allir hafa kíkt á teikningarnar, en þær eru mjög flottar og þetta vel uppsett inn á skipulagsgátt. Þannig ég hvet ykkur til að kíkja á það sérstaklega. Bara flagga því, forseti. Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Guðný Birna. Orðið laust. Halldóra Fríða, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, já, mér langar að blanda mér aðeins í þetta 9. mál, Bergvík. Ég mæli með því að nýju bæjarfulltrúar fari inn á fundargögn ráðsins og skoði þau gögn sem liggja þarna frammi. Af því að ég ekki viss að við áttum okkur endilega á því hversu hátt þetta getur orðið. Þetta yrði ekkit eitt helsta kennileiti Reykjanesins í heild sinni. Þetta væri bara rosalegt. 150 metrar bara í samhengi við annað. Hallgrímskirkja 74,5 metrar. Þetta eru 2 Hallgrímskirkjur. Turninn í Smáralind á svipari stærð, 77,8 metrar. FL-turnin 330 metrar. Þetta helmingurinn af FL-turninum. Þannig að þetta ekkert smá mannvirki. Þannig að ég held að við ættum að eiga mjög alvarlegt samtal þetta í framhaldinu. Þannig að mér langaði bara að koma með smá svona tölur svo við getum séð þetta fyrir okkur. Alexander Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og góðu gestir. Ég ætla nú að byrja á að óska öllum nýkjörnum fulltrúum hér til hamingju og nýjum forseta til hamingju og nýjum bæjarstjóra einnig til hamingju og hlakka bara mikið til að vinna með þessum kröftuga hópi næstu 4 árin. En ég ætla nú ekki að hafa mörg orð því að ég veit ekki hvað röddin endist lengi eins og sumir hafa nú heyrt En mér langar bara að koma aðeins og taka undir orð vina míns og bæjarfulltrúa Guðbergs með merkingar á sveitarfélaginu okkar. Við nefnilega þurfum að minna svolítið á okkur því að við viljum fá ferðamenn og aðra inn í sveitarfélagið, við viljum fá fólk til okkar og við þurfum að vera svolítið stolt af okkur og eigum að merkja okkur og eigum að láta vita af okkur. Það eins rétt hjá Guðbergi að eiginlega einu merkingarnar eru flugvöllur. Þó að flugvöllurinn sé nálægt okkur þá erum við ekki flugvöllur, við erum sveitarfélagi Reykjanesbær og við eigum að merkja okkur vel. Og svo kannski að koma aðeins inn á mál númer 9. Þetta
eitthvað sem að við hér í Reykjanesbæ þurfum bara að fylgjast vel með, og það er búið að koma hér fram að það er kannski fólk áttar sig ekki á því að það getur farið inn á ábendingagátt og gert athugasemdir við skipulag. Ég held að sé bara mjög takmarkað og mjög fáir sem að gera sig grein fyrir því, en áttar sig svo ekki á því fyrir en að hlutirnir eru orðnir og skamma þá okkur sem hér sittum og víðar fyrir það. En það eru tækifæri til þess að koma sínum sjónarmiðum þarna. Ég held svo sem ekki að hafa neina skoðanir á því sem að er þarna verið að fjalla en mér sýnist ráðið hafa tekið ágætlega á þessu. En kannski bara aftur áður en lík máli mín minna á að við þurfum að merkja okkur og láta vita á okkur. Takk fyrir. Orðið er laust. Guðný Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Afsakið, frú forseti. Við vorum aðeins að bera saman þetta er ekki undir þessu fundamáli, afsakið. Okkur sýnist sem svo að það hefði gleymst að kjósa í undirkjörstjórn. Gæti það stemst? Þið ætla að fresta því sérstaklega. Þá er orðið laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Það hefur enginn kveðið sig til hljóðs. Þannig að þeir sem geta samþykkt fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs rétt upp hönd. Hún er samþykkt 11-0. Þá erum við komin að 9. og lokalið sem er fundargerð sjálfbærniráðs. Orðið er laust. Hver sér enginn til hljóðs. Þeir sem geta samþykkt fundargerð sjálfbærnisráðs. Hún er samþykkt 11-0. Það er ekki fleira sem liggur fyrir þessum fundi og nú verður fundargerðin yfirfærin og undirrituð rafrænt eins og venja er. Því segi ég þessum 720. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar slitið.